Já, nú ætlum við að taka eitt dæmi í mengjónum, alveg eins og í kafla 3.2 og þar erum við að vinna með tölur í mengjum og hugtökin sniðmengi, sammengi og mismengi, fyllimengi ekki hérna. Fyrsta dæmið, A-liður, það þá þetta hérna merkið, þetta þýðir sniðmengi. Þetta þýðir það að allt sem sameiginlegt í bæði A og C, allar tölur sameiginlega í A og C það þetta bara 4 og 6, svona, 4 og 6, ok. Næst tökum við B og þar þurfum við að leysa upp svigann fyrst. Ég myndi segja að stillum þessu upp svona og síðan kemur þetta lausnin og þessu hérna. Leysum upp þennan sviga fyrst og það sniðmengið af B og C. Sniðmengið af B og C eru 4 og 5. Næst það lausnin af því hérna við þá með A og sammengi A og því sem við vorum að finna út hérna, sammengi, allt sem sameiginlegt með menginu A og þessa nýja mengi sem við erum að búa til. Smellum því bara inn í nýtt mengi hérna og allt sem sameiginlegt þá 2, 4 og 5 og 6 og 8 og 10. Svona, ok. Síðasta mismengi A og B. Allt sem A hefur, A fyrst hérna og svo táknið mismengi, allt sem A hefur en B hefur ekki. Allt sem A hefur en B hefur ekki. Kíkjum inn í þetta. Við sjáum að B hefur ekki 6, B hefur ekki 8 og B hefur ekki 10. Þetta lausnin.